Þegar Sigfríður Inga Karlsdóttir ljósmóðir tók í fyrsta sinn á móti andvana fæddu barni, kviknaði hjá henni áhugi á að rannsaka hvernig ljósmæður eru styrktar og foreldrar í þessum erfiða aðstæðum. Velkomin til mín. Þakka þér fyrir, Marja. Byrjum bara á hvernig voru aðstæðurnar þegar þú ert þarna í þessari dramatík, má segja. Sko, ég kom hérna norður árið 1990, þá nýútskrifuð ljósmóðir, 27 ára gömul og mér fannst ég bara vera orðin ansi lífsreynd kona. Þó að ég hafi svo uppgötvað kannski seinna að ég var það alls ekki. En það sem að í raun og veru kannski gerist þarna er að ég skynja hversu ofboðslega mikilvægt er að gera þetta eins vel eins og maður mögulega getur að annast fólk í þessum erfiðu aðstæðum. Því að ég hef aldrei getað ímyndað mér að væri til neitt hræðilegra heldur en það að missa barnið sitt. Nei. Og ég fekk svona kannski bara mjög mikinn áhuga því að reyna að vita meira hvað konur ætlast til af ljósmæðrum. Hvernig þær vilja að við séum, hvernig við önnumst þær. Og það í raun og veru var svona fyrsta alvöru rannsóknin mín að það var að spyrja konur, taka viðtöl við konur það hvernig þær skynja umhyggju ljósmæðra og hvað þær skynja sem umhyggju og hvað þær skynja sem umhyggjuleysi. Áhugavert. Þetta fórst að gera eftir að þú varst hér prófessor við Háskólann á Akureyri. Já, ég var í raun og veru byrjuð á þessu mikið fyrr en það því að þá þurfti maður nú ekki að hafa doktorspróf til þess að vera ráðin við háskóla þó að það sé orðin í dag þannig og ég í raun og veru kláraði mitt doktorspróf bara 2016. En það er löng leið í það og það er stundur hlegið að því hvort maður þurfi virkilega 11 ára háskólanám til þess að verða, til þess að klára doktorsprófið sitt í ljósmóðurfræði. Og ljósmóðurfræðin er náttúrulega bara alvöru fræðigrein eins og aðrar fræðigreinar og þess vegna er það bara langt og strangt háskólanám. Og mín í raun og veru gæfa var bara að velja það að verða ljósmóðir. Byrjum aðeins þar nefnilega. Að vera ljósmóðir er náttúrulega elsta starfsgrein í heimi, væntanlega. Öðruvísi værum við ekki til. En hvar er þitt móment í því? Hvenær ákvaðstu að vera ljósmóðir? Mitt móment í því var í raun og veru bara, ég get varla lýst því eiginlega því að það var svo eftirminnilegt og sterkt. Ég fór í menntaskóla og ég ætlaði að vera rosalega praktísk. Fara bara að læra eitthvað sem maður fengi almennileg laun fyrir. Mér hafði gengið ágætlega í skóla og ég var mikið að hugsa bara að verða lögfræðingur eða eitthvað sem maður fengi nú almennileg laun fyrir. Fór suður í Versló og gat nú ekki hugsað mér að hætta í Versló, heldur bara kláraði það stúdentspróf og sneri algjörlega við bakinu. Fór í hjúkrun og þegar ég var að vinna á Sauðárkróki, þar sem ég er alin upp, eftir 3. námsár í hjúkrunarfræðinni, þá var ég svo heppin að ég fekk að vera viðstödd fæðingu. Þetta var sennilega í júní, frekar en júlí. Falleg svona björt sumarnótt og undir morgun þá kallaði ljósmóðurinn sem að þá var með konu í fæðingu á mig og bað mig að koma inn að aðstoða sig. Og ég bara gleymi aldrei þessu augnabliki þegar ég kom inn á stofuna og þessi dásamlega kona og bara sem að var þarna alveg að fara að fæða dóttur sína sem að er nýorðin móðir í dag. Að ég bara dáði svo að styrka hennar og mannsins hennar, hvernig þau gerðu þetta svo fallega saman og svo fæddist þessi dásamlega stelpa. Og ég var algjörlega bara uppnumin. Ég hafði bara aldrei upplifað þessa tilfinningu áður að ég gat bara varla einhvern veginn lýst þessu og ég gleymi aldrei þegar ég labbaði heim af vaktinni. Ég horfði á bara grasið og ég hugsaði með mér, þetta grasið hefur aldrei verið svona grænt áður. Já. Og sólin, hún hafði bara aldrei verið svona sterk og bara, ég var bara algjörlega í bara einhverju, svona einhverju leiðslu. Já. Og eftir þetta þá ákveð ég
þetta hlýtur að vera besta starf í heimi. Ég ætla að verða ljósmóðir. Já. Þarna ertu líka að lýsa sko, já, hvernig gleði og sorg í þessu starfi eru svo mikla systur. Já. Og það hefur sko aldeilis fengið að upplifa eftir það. Já. Gleðin og sorgin eru nefnilega algjöru systur og ég er alveg sannfærð það að stundu þegar fólk hefur upplifað sorg, þá upplifir það gleðina ennþá sterkari. Og stuttu eftir að ég kom hérna sem ljósmóðir til Akureyrar, að þá tók ég á móti andvanafæddu barni. Og að skynja þessa miklu sorg og skynja það að maður getur gert eitthvað sem fagmaður til þess að styðja fólk og vera til staðar fyrir fólk í gegnum svona sorg. Og jafnframt kannski að á allt annan hátt heldur en í gleðinni, þá getur það verið svo gefandi að vera til staðar í sorginni líka. Hvernig er maður sterkur til staðar í þessum aðstæðum? Já, það er kannski svona hlutir eins og að vera til staðar, gefa sig að því sem maður er að gera, vanda sig eins mikið eins og maður getur til þess að vera til staðar fyrir fólk, mæta því það sem það er, hlusta og oft eins og bara í sorg þá er meira kannski að vera til staðar heldur en að segja eitthvað. Já. Að vera í staðin fyrir að tala. Og það finnst mér ég hafa lært svona í gegnum árin. Nú hef ég starfað bæði sem ljósmóðir á stofnun í heimafæðingum, verið með foreldrafræðslunámskeið og heimaþjónustu og ég hef líka starfað sem háskólakennari. Og þetta fléttast allt alveg ansi vel saman. Já, en er ekki óskaplega mikilvægt að vera með góða reynslu af starfinu sjálfu til þess að geta orðið svo góðu leiðbeinandi í háskóla? Já. Ég held að það hafi hjálpað mér og ég hef náttúrulega gegnum árin stundum verið með sömu konu í meðgönguvernd. Hún hefur komið á foreldrafræðslunámskeið hjá mér. Ég hef tekið á móti hjá henni, sent henni í heimaþjónustu eftir fæðingu og verið kennarinn hennar í háskólanum. Nei, hvað sér? Það er nú alveg einstakt. Og þetta er svona samfella sem er náttúrulega alveg væri ideal. Já. En á einhverjum tímapunkti, ef við förum aðeins í söguna, þetta var náttúrulega bara fæðingar voru og dauði, þetta var svo eðlilegur hlut af lífin okkar og kannski vorum við flinkari að takast á við áföll og sorgir hér áður fyrir. Við höfðum einhvern ritual í raun og veru til þess að grípa í. Svo á einhverjum tímapunkti verður þetta svona, mér liggur að segja sjúkdómavætt að eignast börn. Já. Hvað gerði það okkur? Já. Sko auðvitað gerði það sumt gott vegna þess að það verður auðvitað að segjast alveg eins og er að sumar konur eru veikar og sum börn eru í hættu ef að við beitum ekki allir þeirri tækni sem við búum yfir í dag. En það sem við gerðum kannski þegar að fæðingarnar fóru inn á sjúkrahús, að við settum líku við allar fæðingar svolítið í sama hatt, undir sama hatt. Og við fórum í raun og veru að sjúkdómsvæða þetta eðlilega ferli að fæða barn í staðinn fyrir að beita tækni og þekkingu tengt henni í þeim tilfellin sem það þurfti. Og í dag eru bara í kringum 2% kvenna sem að fæða heima. Það hefur aðeins verið að aukast undanfarin ár, pínulítið. Og landlæknisembættið hefur gefið út svona viðmið það hvenar það er óhætt að fæða heima. Já. Og þannig að landlæknisembættið hefur stutt við val kvenna. En þetta eru fáar konur sem fæða heima. En það skiptir almáli þar, það er að verða alltaf foreldrum líði vel með það ákvörðun að ætla að fæða heima og allt sé auðvitað eins eðlilegt eins og hægt er. Já. Það skiptir máli. Já. En segðu mér, af því við tölum áðan þetta að vera til staðar, hver er til staðar fyrir ljósmóðurina þegar eitthvað gerist? Já. Ég hef gert 2 rannsóknir með nemum á því hvernig ljósmæður í raun og veru upplifa áföll í fæðingum. Og það hefur verið, þó að ég hafi langt mest rannsakað í raun og veru hvernig konur upplifa fæðingu og sársauka í fæðingu og hvað þær gera, þá eru þessar 2 fæðingar svona, svona
svolítið sérstakar, af því þetta hefur ekki verið rannsakað áður, kannski af því að þetta pínlítið viðkvæmt. Já, hvernig það? Að svona við viljum ekki mikið vera að tala það sem erfitt í hérna okkar starfi. Við viljum bara tala hvað þetta sé geggjaslega gaman að taka á móti börnum sem það auðvitað er. Jú. Og algjör forréttindi að fá að vera viðstödd svoleiðis moment í lífi fólks. Já. En ég fekk áhuga á þessu einfaldlega vegna þess að ég þekki ljósmæður sem hafa hætt að vinna við ljósmæðurstörf eftir alvarlega atvik í fæðingu. Ljósmæður sem voru bara framúrskarandi fagmenn og miklar fyrirmyndir að þær hafa hætt eftir svona alvarlega atvik. Það sorglegt. Þannig að við tókum viðtöl við ljósmæður og fórum að spurja hvað í raun og veru hefur verið hjálplegt og hvað ekki. Já. Og þá kemur í ljós í raun og veru að þessi jafningjastuðningur, það að geta talað við annað fagfólk sem skynur nákvæmlega hvernig þið líður í hvaða aðstæðu þú ert, að það skiptir mestu máli og svo að fá faglega aðstoð, að sé í boði einhvers konar faglega aðstoð til þess að vinna úr þessum áföllum. Þegar það er kannski í mómentinu í þessum aðstæðum, þá þarf ljósmóðurinn að vera svo sterkasta og halda yfirsýn og öllu og hvað svo. Já. En hvað það, hvernig hefur verið brugðist svo við niðurstöðum þessara rannsóknarðinnar? Sko, ég var í samvinnu við ljósmóður sem í raun og veru bjó til verklagsreglur inn á Landspítalanum til dæmis það hvernig á að bregðast við. Og það er orðið meir og meiri vitund það hversu nauðsynlegt er að halda vel utan starfsfólki þegar áföll verða innan heilbrigðiskerfisins sem betur fer. Og það hefur breyst alveg rosalega mikið finnst mér undanfarin ár. Og hvernig hefðu þú til dæmis, ef við tökum þína reynslu þarna nýútskrifuð, hvað fannstu að þú hefðir þurft að fá? Já, sko mín reynsla í raun og veru af því að vinna úr því bara þegar maður er ungur og kannski hefur litla reynsla af sorginni og líka finnur náttúrulega alveg óstjórnlega mikið til með foreldrunum sem að sjá eftir litla barninu sínu. Og jafningjastuðningur, það er raun og veru að setja ekki utan mann, að maður geti rætt atvikið, maður finni að það sé einhver til staðar fyrir mann. Það er í raun og veru það sem ég held að sé langmest heilandi fyrir mann þegar maður lendir í alvarlegum atvikum í fæðingu. Við skulum stoppa hérna, taka smá auglýsingahlé og halda svo áfram eftir stuttastund. Þegar Sigfríður Inga ljósmóðir hafði starfað í nokkur ár sem ljósmóðir, þá sá hún að hún þyrfti líka að tengja saman reynsluna og fræðin og það gerður með dálítið áhugaverðum hætti. Segðu það frá því. Já, ég er svo sannfærð að það sé svolítið skemmtilegt að starfa í fjölbreyttu starfi og bara það að taka stundum á móti börnum, hugsa stundum konur sem eru ófrískar, vera með fræðslu, stundakennslu og rannsóknir sem tilheyrir starfi háskólakennara. Að mér fannst það mjög spennandi, þannig að ég byrjaði á því þarna bara 1990 að vinna í hálfu starfi við Háskólann Akureyri og hálfu starfi við Sjúkrahúsið Akureyri. Og ég held að þetta hafi verið mjög góð ákvörðun því að ég hef notið held ég bara hverja mínútu bæði sem háskólakennari og sem ljósmóðir. Og þegar ég fór í doktorsnám árið 2010, þá sagði ég í raun og veru upp í föstu starfi á sjúkrahúsinu, en ég hef samt aldrei getað stillt mig að fara nokkra vaktir á sumri og taka á móti börnum. Hvað ertu búin að taka á móti mörgum? Bara hafa það með? Þau eru alveg að vera 500. Já. Það er spurning hvort að starfsævin dugar til þess að þau komist í 500, en yngsta ljósibarnið mitt er bara rúmlega mánaðar gömul stelpa. Hún er sem sagt dóttir, mamman er dóttir einn af mínum bestu vinkonum og gaman kannski að segja frá því að hún var búin að biðja mig síðan hún var 12 ára gömul að taka móti hjá sér þegar hún yrði mamma. Já. Og það rætti sem sagt bara núna fyrir stuttu. Ég fæ alveg gæsahúð. Hvernig tilfinning var þetta? Það var bara dásamleg tilfinning og bara yndislegt og þetta bara forréttindi að fá að fylgjast með mörgum af ljósabörnunum mínum. Já, ertu í sambandi við þessu? Já, mörg þeirra og það er alltaf jafn gaman að hitta mæðurnar með börnin sín sem eru sumarðin
30 Já, og alltaf jafn gaman. Já. En myndast mismunandi mikil tengsl, þetta náttúrulega, hvað maður segja, svo stund í lífi hverjar móður sem það ekki hægt að lýsa henni einhvern veginn og maður tengist ljósmóðurinni sinni mjög sérstakum böndum. Og þessi töfrastund einhvern veginn þegar barn fæðist, það er alltaf sérstakt í hvert einasta skipti sem að barn fæðist. Það er eitthvað sérstakt sem maður upplifir, sem maður einhvern veginn upplifir bara svona fegur lífsins og bara þetta kraftaverk að lítil börn verða til. En hvernig hefur það breytt þér, eða hefur það yfir höfuð breytt þér sem mannesku? Hvernig kanntu að meta lífið eitthvað öðruvísi? Ég held einhvern veginn að það sko bara í gegnum þetta starf þá sem maður í raun og veru þakklátari, hrifnæmari fyrir bara lífinu, fyrir fólki sem að maður umgengst og meðvitaður að reyna að koma vel fram við aðra, vera ærleg manneskja og bara sjáu hvað það er bæði mikilvægt og mikið skemmtilega. Svoleiðis. Og það er rannsóknirnar mínar hafa í raun og veru gegnum árin. Allar verið svolítið tengdar í raun og veru umhyggju, hvernig við getum eflt bjargráð kvenna til þess að takast á við það sem að bara gerist á meðgöngunni, í fæðingunni, sársaukan tengt fæðingunni. Ég er mikið rannsaka í samtíð sársauka. Já, segðu mér hans meira af því. Það finnst mér áhugavert, því að hann gleymist mjög. Já, sumir segja að þetta sé mjög skrítið að hafa áhuga á því að rannsaka sársauka kvenna í fæðingu. Já, það er nú svolítið sérstakt. En sem sagt, sársaukin er ekki að öllu leyti vondur. Sársaukin er það sem að í raun og veru til dæmis bara er að örva losun á hormónum sem virka eins og okkar eigin verkja meðferð. Ef að við erum ekki stressuð. Ef að við erum hrædd, þá lokum við fyrir framleiðslu á þessum efnum sem við getum framleitt sjálf. Og þess vegna er svo mikilvægt fyrir konurnar að fræðast hvað er að gerast í líkamanum þegar þú ert að fæða. Og skilja það, vera ekki hræddar við hennar sársauka, en nota bene, það er himinn og haf á milli, hvernig hann er vestur og hvernig hann er kannski hjá konu sem finnast minnst til. Ég hef tekið á móti hjá konu sem fann aldrei sársauka. En ég hef líka tekið á móti hjá konum sem að geta ekki ímynda sér að sé til svona mikil sársauki. Hverju er þetta tengt? Hverju er þetta tengt? Af hverju upplifa sumir svona ofboðslegan sársauka? Við í raun og veru kannski vitum ekki alveg nákvæmlega hvað það er. En þetta er í raun og veru bara eins og bruni í frumum, bara nákvæmlega eins og þegar þú ert í ræktinni og allt á fullu og þú ert fann að fá mjólkursýrur í vöðvana. Því að legið sjálft er í raun og veru bara eitt stór vöðvi. En það sem að kemur svo inn í, það er sko hvað þetta tekur langan tíma. Sumar konur eru 2 tíma að fæða með slæmaverki, aðrar konur eru kannski 10-12 tíma með slæmaverki. Sumar eru illa, kannski hvíldar, aðrar eru vel upplagðar og allt þar á milli. Og svo skynjum við líka misjafnt hvernig við skynjum hvað við getum gert til þess að takast á við sársaukann. Já, þetta er áhugavert. En þú hefur ferðast mjög mikið í tengslu við starfið þitt og fræðst og verið í tengslu við marga prófessora og doktora út allan heim í þessu. Segðu frá því. Já, kannski bara svona það sem er nýjast, það sem ég hef mjög gaman af að ég er sem sagt stjórnandi í rannsóknarhópi sem í eru bara fullt af mismunandi fagstéttum. Við erum ljósmæður og hjúkrunarfræðingar, sálfræðingar, félagsfræðingar, arkitektar meðal annars og erum að rannsaka, við erum rúmlega 100 manns í Evrópu og erum að rannsaka í raun og veru áföll í fæðingu út frá mismunandi sjónarhornum. Áhugavert. Já, og við hittumst 2 ára á ári og vinnum í minni vinnuhópum þess á milli og ég er stjórnandi í einum svona vinnuhópi. Og við erum í raun og veru að skoða þetta ekki bara út frá ljósmæðurum eða út frá konunni, heldur út frá maka, út frá læknum, út frá sálfræðingum, út frá börnunum. Og svo erum við að halda ráðstefnur og vinnusmiðjur til þess að reyna að auka vitund hversu mikilvægt það er að reyna að fyrirbyggja og vinna með svona áföll. Þannig að við séum ekki og fólk sé ekki að burðast með þessi áföll það sem eftir er lífsins.
Segðu mér aðeins bara að þú segir arkitekt. Hvar eru þeir inn í þessu? Já, ég kváði mitt fyrst þegar ég kynntist þeim sem það eru 2 arkitektar í þessum hópi og þær hafa verið að kanna það hversu mikilvægt það er að fæðingarstofan sé hönnuð þannig að hún hvetji konurnar til þess að hreyfa sig sem mest í fæðingunni en ekki þannig að það sé bara eitt rúm á miðju gólfinu eins og var hérna á fæðingarstofum. Hvað þá þegar það voru óþægileg, ömurleg rúm sem enginn langaði að leggjast í. Þetta er það sem þær eru að rannsaka og bara það að hvetja konur til þess að hreyfa sig í fæðingunni. Það eykur líkur á því að fæðingi verði eðlileg, að konan nái að fæða og það þurfa ekki að hjálpa. Þannig bara þetta getur skipt miklu máli. En skiptir ekki ofboðslega miklu máli að fá þennan fróðleik frá ólíkum löndum og reynsluna og allt það? Er ekki margt að koma þér óvart af þekkingun annar staðar? Jú, það er það í raun og veru og þó að í raun og veru við búum vel hérna á Íslandi og við erum bara almennt mjög vel menntuð og framalega í ýmsu, til dæmis eins og bara það ungbarnadauði er lægstur í heiminum hér á Íslandi og partur auðvitað bara almennt gott heilsufar og auðvitað góð þekking. En svo þurfum við líka að taka okkur á að við þurfum að passa að nota tæknina skynsamlega vegna þess að hér á Íslandi eins og á mörgum öðrum stöðum þá er til dæmis gangsetningatíðni hjá konum aukist ár frá ári og það að ýta á eftir konu í fæðingu, leyfin ekki bara eins og flestum tilfellum er best þegar það er ekki einhver sjúkdómur eða eitthvað sem ýtir eftir þessu, að leyfa líkamann sjálfum að fara af stað og fæða barnið sitt. Jafnvel þó konan sé orðin þreytt og búin að fá alveg nóg og við skiljum það algjörlega. Að þá er bara best útkoma úr fæðingum ef að konan er heilbrigð og barninu óhætt, ef að konan fyrir sjálf á stað. En mér langar að segja þér eins frá ferðalögunum líka. Gerðu það. Við verðum að fá að enda ferðalögunum. Segðu mér. Ég hef stundum sagt að þetta eru forréttindi að vera að vinna í háskóla og gera rannsóknir í tengslum við barnsfæðingar því að ég hef fengið ótal tækifæri. Mér hefur verið boðið til Mexíkó, til Ástralíu, til Bretlands, til Ítalíu, til Færeyja og nú er ég að fara til Berlínar til þess að kenna og vera með erindi bara í næstu viku. Og fyrir fólk sem hefur gaman að því að ferðast þá er þetta mikill bónus og sýnir kannski bara hvað ljósmæðrastarfið er ofboðslega fjölbreytt. Það felst ekki bara í því að taka á móti börnum, heldur líka að auka við þekkingu innan ljósmæðrafræðinnar og njóta þess að ferðast og hafa gaman í leiðinni. Segðu mér svona, hvar sérðu þig eftir nokkur ár? Hvar langar þig þegar þú stendur upp einhvern veginn í lok lífs, hvað viltu hafa náð fram í þessu allir? Ég held að það sem ég hef verið að gera með flestum rannsóknunum mínum, það er að reyna að benda á það sem er svo rosalega mikilvægt í allri umönnun, hvort sem að það eru við konur í fæðingu eða bara almennt innan heilbrigðiskerfisins, að mynda þessi tengsl við skjólstæðingun okkar, bera virðingu fyrir þeim, haga okkar umönnun svolítið á forsendum skjólstæðingarna, grípa ekki endalaust fram fyrir hendurnar og ákveða hvað er best fyrir okkar skjólstæðinga, heldur að hafa þá með í ráðum, hlusta á þá, hafa okkur þannig að við ávinnum okkur traust þeirra, því þá virkar þetta allt svo mikið betur. Hvernig finnst þér ungar ljósmæður verið í dag miða við, fyrir bara 30 árum? Mér finnst það bara algjörlega frábærar. Og fyrir 25 árum þegar ljósmæðranám fór inn í háskóla, þá urðu í raun og veru ákveðin þáttaskil í menntun ljósmæðra. Því að þá fór námið að byggja meira á fræðum og það var farið að skoða þekkingu sem kom frá mismunandi sjónarhornum, frá læknisfræðinni, frá ljósmóðurfræðinni og frá í raun og veru þekkingu sem við höfðum
á líkamannum og óskum kvennanna og maka þeirra. Það var farið að fletta þetta meira saman og byggja í raun og veru störf okkar meira á svona fræði en ekki bara einhverjum siðum og venjum sem stundum var ekkert vit í þegar maður horfir tilbaka. Margt sem ég lærði sem að maður hugsa sko, hvernig datt einhverjum þetta í hug. Eins og til dæmis að taka börnin frá mærunum á næturnar og það var ekkert val. Nei. Heldur bara voru börnin öll tekin fram. Voru reglurnar sem að giltu. Já, ég held að ég hefði orðið gal ef ég hefði verið orðið mamma þá. Já, hugsa sér. Við getum talað lengur en það var yndislegt að fá þig og gangið sem best í því sem þú tekur þér fyrir hendur. Hvað sem það verður. Takk fyrir mér, gaman að koma. Takk.